Í markinu hinn stórskemmtilegi og bráðendilegi Örn Arnarsson. Mikið efni. Góði. Já, kæri gestir, verið hjartanlega velkomin hér í þráðbeina útsendingu á Fjölnir TV. Hér rétt bráðum mun hefja stórleikur Fjölnis og Selfoss í einum af loka umferðum fyrstu deildar karla. Ég ætla að byrja því að kynna lið Selfyssinga. Það er númer 1 Helgi Hlyns, númer 28 Birkir Braga, númer 2 Guðjón Ágúst, númer 3 Hergeir Grímsson, númer 7 Örn Þrastar, númer 8 Atli Kristíns, númer 9 Elvar Jónsson, númer 10 Sverrir Pálsson, númer 13 Gunnar Júlíusson, númer 14 Teitur Örn Einarsson, númer 15 Rúnar Hjálmarsson, númer 23 Andri Sveinsson, númer 26 Eyvindur Gunnarsson og númer 33 Alexander Ekan. Þjálfari Selfoss Stefán Árnason. Nú, stórlið Fjölnis þannig skipað í dag. Númer 16 Ingvar Kristinn Guðmundsson, númer 16 Bjarki Snær Jónsson, númer 3 Kristján Örn Kristjánsson, númer 5 Sveinn Jóhannsson, númer 6 Bergur Snorrason, númer 7 Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson, númer 8 Breki Dagsson, númer 10 Sveinn Þorgeirsson, númer 13 Brynjar Loftsson, númer 14 Bjarki Lárusson, númer 21 Þótt K Kristján Þór Karlsson, númer 22 Undrabjarni Björgvin Páll Rúnarsson, númer 24 Mattías Örn Halldórsson og síðastur en alls ekki sístur númer 45 Heiðar Örn Soega. Já, Jón, þú ert mér hér til halds og traust í dag. Hvernig heldur þessi leikur spilist? Þetta kvöld leggst ágætlega í mig. Ég hef trú á okkar mönnum, en það gríðarlega mikil leikur upp á stöðu deildinni. Við viljum að sjálfsögðu lendi í öðru sæti í deildinni, búin að vera þar í mestalla mittur og nema núna rétt í síðustu umferðum sem við missum að frá okkur. Við ætlum að vinna tilbaka með sigri hér í dag, er það ekki nokkuð ljóst? Jú, það er algjörlega eftir þér. Staðan er nú þannig að Selfoss fyrir ofan Fjölnir með held ég 32 stig, á meðan Fjölnir með 30 stig. Þannig að Fjölnir þarf að vinna síðustu 2 leikina af því að Selfoss á nú til dæla þægilegan leik held ég. Á meðan Fjölnismenn mæta Stjörnunni. Já, þeir mæta Stjörnunni. Það verður vesen. Verður mikið það. Þannig að þetta er raunalega algjör must win sigur hjá Fjölni eftir að hafa tapað fyrir HK um daginn. Segjum klaufalega. Nú, já, Jón, ég þakka þér fyrir þetta skemmtilega innslag. En dómarar þessa leiks eru alls ekki að verri endanum. Það er eitt af okkar fremstu pörum þessa mundir, Ingvar Guðjónsson og Þorleifur Árni Björnsson. Ég segi það fyrirfram, sorry dómarar eru að horfa á leikinn ef ég bölvi ykkur eitthvað, það er bara í hitta leiksins. Það er að vera smá hitt í þessu. Það er ekkert gaman að vera upp í fjölmiðlastúku og halda kjafti þegar þú ert að lýsa handboltaleik, sérstaklega ekki á þínu liði. Algjörlega. Byrjunarlið Selfoss þannig skipað í vinstra horninu. Andri Már Sveinsson í vinstri skyttu, Elvar Örn Jónsson á miðjunni hinn skemmtilegi Hergeir Grímsson, í hægri skyttu ungi og efnilegi leikmaðurinn Teitur Örn Einarsson og í hægra horni Guðjón Ágústsson eða Gauji. Á línunni Árbæjar tröllið Eyvindur Hrannar Gunnarsson. Maður sér vel að þessir kemur beint úr Rivertown, það vel þétt massaður og flottur. Búinn að læra mikið í gettóinu þessi. Næsta spila fyrir ykkur. Mestum beina óskalag hafana frá upphafi. Okay. Já, Þorleifur klár, við erum klárir, Selfyssingar eru klárir, Fjölnismenn hafa aldrei verið klárari, en það alls ekki vitlausir. En leikurinn hafinn og það Selfyssingar sem sækja á Fjölnismenn hér í fyrstu sókn. Við sjáum að Fjölnir spila en handbötu 5-1 vörn með Björgvin Pál fyrir framann eða Bjögga eins og við munum kalla hann í þessari útsendingu. Stemningin gríðarleg hér í húsinu, það eru trommur og fjöldi fólks frá báðum liðum. Og hér stilla Fjölnismenn upp, Eyvindur Hrannar kemur af línunni. Elvar Páll, Hergeir niður í horn, sendingin misutnast frábær vörn hjá Fjölnismönnum.
og þeir stilla upp aftur og fara sennilega í sama kerfi. Já, Eyvindur kemur hérna út af línunni, feika tilbaka Elvar, skref, já, hárréttur dómur. Þetta dómur upp á 10 hjá honum Dolla. Magnað að dómara skuli taka eftir þessu, það ekki alltaf sem það gerist. En nú halda Fjölnismenn í svona fyrstu sókn. Kristján Örn, Björgvin Páll, Sveinn. Björgvin hægir á leiknum og stillir hér upp. Við vinnum væntanlega að sjá horna innleysingu. En byrjanlið Fjölnismenn skipað Brynjar Loftsson í vinstra horni. Í vinstri skeytu Sveinn Þorgeirsson. Björgvin Páll Rúnarsson á miðjunni. Kristján Örn Kristjánsson upp í skot og það varið á Kristján Örn hægra megin. K.K. Kristján Þór Karlsson, já! Þá skýtur hann bara aftur og skorar í hægra horni. Kristján Þór Karlsson á línunni, hinn ungi en bráð efnilegi Sveinn Jóhannsson. Í markinu Ingvar Kristinn Guðmundsson. 1-0 Fjölnir vil. Það var Kök Kristján Örn Kristjánsson sem skoraði þetta mark. Vekk hérna annað tækifæri. Fyrra skotið varið. Nýtti klálega seinna. Þetta viljum við sjá, ef við ætlum að vinna leik. Frábær markværsla þarna. Jæja. Gott frákast hjá Eyvindir Hennari hérna. Og Fjölnismenn eru með 100% nýtingur sínum sóknum. Við vorum að það haldi áfram allan leikinn. Sjáum að Ingvar lætur sína drengi heyra það helvítis fráköstin, segir hann. Það bara hárrétt, við verðum að heyra þessi fráköst. Gríðarleg læti hér frá Selfyssingum til að reyna að trufla Fjölnismenn. Björgvin Páll, þetta virðist hafa einhver árið í sóknarleikurinn, pínu styrður í byrjun, eða hvað? Já, skemmtilega spilað, frábær rykking frá Sveini og Björgvin Páll kemst auðveldið í gegn. Glæsilegur varnarleikur. Þannig misti Sveinn á honum en þá fáum við bara hjálpina frá Kök eða Donna. Já, þetta var mjög þægilegt fáta mark. Björgvin Páll alveg er okkar markahæsti maður í vetur. Hún er frábært tímabil og það sækir Elvar Donna. Donni með flotta vörn þarna. Elvar enda bara út við vegginn. Það líka gaman að sjá hvað Donni er orðinn betri í vörn en hann var til að mynda í fyrra. Hann bæta sig mikið á þeim slóðum. Þá leysir hann andrin. Það kemur hann í stimplunum sjálfur. Og Kristján stilur boltanum. Björgvin gist upp. Björgvin lítur. Þetta letur bara 2 mínútur. Nei, gult spjald. Já, ok. Gult spjald? Ég hefði nú viljað sjá 2 mínútur á þetta. Og Hergeir fær sömuleiðis gult spjald fyrir kjaft. Og því ekkert að vera með kjaft. Nú köllum við Viktor eftir því að fá hann Sveinn Þorgeirsson í svolítið skotham í kvöld. Já, ég hef alltaf kallað eftir því, hann hefur ekki lifað mikið. Frábær sending, þetta er vítakast, hárréttur dómur. Þetta er bara dómur upp á 10 myndi ég segja. Dolli er á eldi, Dolli er að byrja hann að leik fullkomlega sem dómari. Og á punktinn fer Björgvin Páll Gústafsson. Hvað gerir hann á móti Helga Linsinni? Jú, það er að sjálfsögðu. Eins og glöggir áhorfendur taka kannski eftir, þá er okkar maður Björgvin Páll nýbúinn í strípum og klippingu. Lét nú ekki taka mikið af hárinu en hann er myndalegur drengurinn þrátt fyrir það. Og hér stillaður upp Andri, Hergeir, Elvar Páll. Út í horni, þetta er vel spilað, Gaui og Gaui skorar fram hjá honum 3-2. Frábær yfirsýn hjá Elvar hérna. Já, þetta var greinilega mjög vel æft kerfi. Sjáum hann að línumaðurinn lága hornamannum og dregur hann með sér. Rykkjur undir hann og hornamaðurinn eldir og það var allt galop í hægra horni. Já, þetta var engin tilraun. Og upp með Sveinn, jæja. Gullspjöldin búinn, 5 mínútur liðnar, við kvörtum ekki við því. Næst eru bara 2 puttar á loft og farðu í hvíld félagi. Það er bara staðan. Fjölnismenn stilla hér upp. Björgvin Páll, Kristján Örn. Björgvin sækir á, klippir Sveinn. Sveinn upp í loftið, strákur, nei, hann hikar.
Komin á 0 metrana en hikar samt. Nei. Vandræðalegt hjá Kristján Hendri, vissi ekki alveg hvað hann ætlaði að gera. Og Guðjón tekur frákastið og Ingvar Kristinn Guðmundsson. Góðir gestir, hann að verja sitt annað skot hér. Hann on fire, eins og maður myndi segja. 50% markvæst, þetta 6 mínútur. Haltu því út leikinn, strákur, og þá skal ég kissa þig. Og við ætlum að stilla upp í X. Björgvin stillir upp í X. Það gríðarlega skemmtilegt kerfi. Hér sjáum við það fara í gang núna. Brynjar kemur. Björgvin sækir á Hergeir og Sveinn á að koma upp í loftið. Þeir stíga vel á mótornu, þarna á Sveinn að búið til betra svæði fyrir sjálfa sig. Sveinn yngri þarf að segja. Þetta pínu vandræðilegt. Björgvin Páll feikar. Þetta frábær varnarleikur á selfísingum. Ég ætla ekki að taka það af þeim. Og nú fyrir Hendir sennilega að koma upp. Það alltaf að vera brjálað. Hendin komin upp. Björgvin Páll með skoti í vörnina. Selfísingar ná frákastinu. Og það Svessi P. eða Sverri Pál sem að hér ætla að geisa sér stók. Fattaði síðan að hann má það ekki. Þetta ljótt brot. Hárréttar 2 mínútur. Þú átt ekki ít í loftinu. Maður hefur séð kort með rauðum lit fyrir svona brot. Alveg klálega og líklega hefðu öskur eftir því. Þetta verið hinum með nöttunum. Já, þetta myndi ég segja, stór hættulegt. En það hafa leikmenn meiðst illa við að lenda svona og úr þessi húsi farið í sjúkrabíl. Alveg klálega. Það hefur gerst hér á meðan við erum að lýsa. Það var í kvennadeildinni eða ekki? Já, það var IR. Það var IR-stúlkan Brynhildur sem að lendi í þeim leiðilega hlut. Og Guðjón missir boltan, fer í, frákast. Og Ingvar niður, kemur og hjálpar á kollega sínum. Þeir tveir ásamt Sveini Þorgeirssyni úr gullaldar árgang Fjölnis. Komu heim hér fyrir 3 ári síðan og rífu handboltan aldeilis upp. Og í dag erum við að berjast sæti í efstu deild. Hver hefði trúaði fyrir 4 ári þegar ég var að spila? Líklegt að ég geti spilað efstu deild. Hér kemur Björgvin Páll, Sveinn Þorgeirs. Þetta frábær varnarleikur á Svessa P. Og þá stilla Vilhelmsmenn. Andri kemur langt út á móti Kristjáni, tekur hann bara alveg út. Þetta skelfilegt skot. Horn, Helgi snert hann ekki. Vörðinni kom með fleiri varðabolta en Helgi. 3 talsins. Helgi átti frábær tímabil með Selfoss fyrir nokkrum ári síðan og lét sig síðan hverju hanga. Hendin komin upp og hér fáum við skot. Já, stöngin út. Og Fjölnismenn geysast í vörn með Selfissingar taka seinni bylgju. Hergeir Teitur hikar hana og þá fáum við bara hefðbundna uppstilta sókn. Hergeir leysir inn, Teitur út í hornið, Gauji í gegn og skemmtilega slútað. Það er ákveðin kostur að hafa svona hávaxinn hornamann. Getur haft hendina gríðilega hátt uppi, erfitt markmann að eiga það. 3 eftir 9 mínútur afsakið. Og Fjölnismenn í sókn. Sveinn Jóhannsson kemur inn á eftir brottvísunina. Nú, Fjölnir ekki búinn að skora í 5 mínútur. Við köllum eftir marki frá gulu páska ungunum okkar. Kottu svo strákur. Já, Kristján Örn gerir þetta mjög vel. Og sjáum að Selfissingar alltaf greinlega að keyra vel í baki á Fjölnismönnum. Enda erfitt að eiga þess að vörn og uppstiltir í sókn. Og þetta já, hvað, ekki neitt. Hverju slútar hann ekki á marki hann að strákurinn. Já, bara komin í gegn. Við kvörtum ekki við því. Hér á Fjölnir TV. Rými í hæsta geðaflokki. En Selfissingar silla, hér kemur Andri aftur. Leysir inn. Hergeir. Elvar Páll. Og frábær varnarleikur hjá Björgvin. Það gríðarleg stemning í stúkunni.
Þetta skemmtileg sending. Og lína dæmt, en samt varði Ingvar hennar bolta. Já. Og Kristján á fljúgandi siglingu. Það ekkert annað. 5-3. Gefa honum flugbraut og hann lendir 100% lendingu. Þetta Boeing 737 þegar hann fær flugbrautina. Það bara algjörlega á hreinu. Tími stopp. Hann reyma. Var ekki svo regla afnöfun? Ég ekki alveg klár á því og hér skipta dómararnir. Ingvar kemur fyrir utan og King Dolly fer sem innri dómari í vörn Fjölnis. Við líka minna ykkur það að við erum á Twitter að sjálfsögðu með hashtaggi handbolti. Endilega segja ykkar skoðun. Og ykkar spár leikinn. Snöggskot. Wow. Rándýrt marki á Teit þarna. Þetta var fullorðismark og hér taka Fjölnir sinni vilkina sína. Enn og aftur Donna á flugbrunn. Þeir verða að mæta honum. Akkur að gefa honum þessa flugbraut. Við heyrum hérna að Steppi Átna alveg tjúllaður yfir sem varnarleik. En það var líka, það sást nokkuð vel á hann Donna, hann ætlaði ekki að gefa boltan. Já, það sást áður en hann fór í sóknina. Já. En það á hann ekkert að gefa boltan í svona færi, hann á bara að skjóta strákurinn. Sverrir Páls með snöggt skot. Ingvar ver. Kristján Þór Karlsson úr þröngu færi. Og Helgi gefur engum vörnu við í markinu. Sverrir Pálsson sækir hatt. Þetta guldspjald aftan í. Hann var ekki ástæðlaus fyrir hann Kristjáni kallaður törmaðurinn. Það var þetta ótrúlega færi sem hann náði skorur. Skrítið að Grótta geti ekki notað hana dreng. Við þykjum hann að sjálfsögðu í Grafarvogi. Þetta frábær leikmaður. Vona bara við höldum hann líka. Já. Næst tímabili. Mikil barátta þarna, fríkast dæmt. Mjög fín vörn í Fjölni. Sjáum að Elvar Pálli byrjar að stjórna spilinu og Sverrir Pálsson vinstra megin. Og í vinstra horni kominn Gunnar Páll Júlíusson. Og hann, hann var komin inn á línu afsakið. Og Kristján Örn með sitt 5. mark. Hann þakkar fyrir þetta. Og Selfyssingar taka leikhlé. 8-4 hér. Djöfull eru sáttum með þetta. Já, þetta gaman að þessu. Við drekkum Jameson, heyrist á fóninum. Fallegu kafli á Fjölni. Nú staðan var hérna, var ekki 4-4. Fjölni kom með 4 mark í röð. Og þarna fengum við að sjá endursýningu. Ekki satt það mér. Við erum að vinna í þessu. Þetta verður allt klárt fyrir úrslitakeppnina. Það verður Fjölni TV með endursýningar. Þeir verða með umræði fyrir leiki. Þetta verður allt gert 100%. Alveg sem strákarnir munu gera inn á vellinum. Nú staðan 8-4 eftir 13 mínútna leik. Við getum nú ekki annað en við erum ánægð með þetta. Sérstaklega miðað við hvað Selfyssingar eru sterkir. Þeir hafa unnið Stjörnuna. Við höfum ekki gert það. Svo eru líka með svo gríðarlega breytt hjá Selfossi. Þeir eru með Atla Kristins á bekknum sem verður að telast all svakalegur ásöp í erminni. Ég held að það er ekki lið á landinu sem er ekki til að hafa Atla á bekknum. Þú samanlega því, Viktor, ekki? Atli toppdrengur, virkilega öflugur leikmaður. Atli toppdrengur og frábæri leikmaður. Enda hann kominn hér inn á í vinstri skyttu stöðuna. Markaðasti leikmaður Íslandsmótsins, fyrstu deildar í fyrra ekki. Það ekki rétt hjá mér. Jú, það má alveg vel vera. Allavega með markaðastu. Minni það, en ef hann var ekki markaðastur þá var hann í topp 4. Þegar hann leik með Mílunni. Selfyssingar sækja hér, sjá hvað Stefán hefur sagt við sína drengi þessu leikliði. Hvort hann hafi náð að stappa í þá stálinu eins og einhver góður maður sagði eitt sinn.
frábær varnarleikur en annar rennur Sveinn og þá skorar Gunnar Páll Júlíusson eftir sendingu frá Alla. Bjöggi næstuði bara ná að losa boltan. Það hafi verið talist vera frábærlega gert. Já, nú Selfyssingar ekki ennþá byrjar að taka Donnar umferð. Við fögnum því. Upp með Sveinn. Já! Auðvitað! Sveinn Sleggja Þorgeirsson að skora sitt fyrsta mark. Við köllum eftir fleiri svona skotum frá honum. Sérstaklega núna þegar þeir eru byrjað að þrengja hans að vinstra megin á hann Donna. Og opnast aftur Sveinn. Þá sjáum við að, nei við sjáum ekki neitt að tilkynningu að Selfyssingar eru búin að skipta markmann. Í markið er kominn Birkir Fannar Bragason. Vel var eitthvað Sveinn. Glæsilega var hann Sveini. Nú staðan í Kópavoginum í leik HK og KR er 7-6 fyrir HK eftir 15 mínútna leik. Það er mikið að kjapast það líka. HK vel komst upp fyrir Þrótt. Selfyssingar sækja hér Atli Kristinsson með skemmtilega fintu í gegn vítakast dæmt. Fiskar hérna vítakast, þetta var góð finta. Og á punktinn fer Andri Már Svinsson. Og sjáum hann að hann skorar. Atli Kristins sleipur út af. Við fengið eitthvað högg hérna við gegnum mótið. Breki kominn inn á og Kristján, gott færi. Já, 10-6 eftir 16 mínútna leik. Þetta eru góð úrslit. Við tækjum alveg klárlega 4 marka sigur. Fyrir leik hefði gert það óspart. Frábær varnarleikur hérna hjá Sveini Jóhannsinni. Ungur og gríðarlega efnilegu leikmaður. Selfyssingar skipta hér Hergeir fyrir skiptistöðuna, finta sig í gegn og vítakast dæmt. Skemmtilega gert hjá Hergeiri. Þarna góð finta. Ég veit nú ekki hvað hann Sveinn er að þræta fyrir þetta, hann var nú bara heppinn að sleppa. Já, hann hefði getað fókið út af. Andri skorar. Nú talandi Svein Jónsson, þá var hann á dögunum valinn sem varamaður í U20 ára landslið karla sem verður að telast ansi gott með og hann er 3 árum yngri. Og á línu sem er svona hörkustaða. Þannig við erum mjög stoltir af honum að ná því. Endilega fyrirlega verðskulda. Það var Mattias, snöggsend í hornið á Brynjar. Matti inn á miðju, losar hann á Breka, Breki fintuna, Breki hún í gegn. Það er glæsileg markvarsla. Já! Frábærlega var hérna hjá Birki. Frábær finta hjá Breka líka. Þetta er færi sem verður að nýtast. Mikil barátta þarna boltan. Fríkast.
Teitur fljótur að hugsa og klárar þetta vel. Virkilega vel gert. Og Guðjón í hraðrölvi, en Ingvar ver Andri frákastið og skorar. Slæmu kafli á Fjölni. Já. 3-0 fyrir Selfoss. Og þá trilli stúkan. Gríðarleg stemning hér í stúkunni. Breki út í horni, Brynjar í gegn og Brynjar skorar. Vel gert hjá Brynjari þarna. Það er mikil keist á Selfossi. Þeir alveg keyra upp tempóið en síðan jafnaða niður jafnaðum. Já. Hvort eru Fjölnir í betra standi líkanlega endur Selfoss? Það er góð spurning, nú er ekki klar á því. Nei. Þetta bæði lið sig í toppstandi, þetta bræður að þjálfa liðin. Vá. Frákastið og já. Alexander Már Egan sem er kominn í hægra horni á Selfyssingum skorar þarna. Það er örugglega komin eftir 4 mörk úr frákastum. Það er 4 mörkum og mikið. Félagsmenn er með Björgvin hægra megin, Breki á miðju og Mattías vinstra megin. Matti á móti sínu gömlu félögum í Selfossi, fer upp í skot þarna en það er varið á vörninni. Og þá stillir Breki upp. Vel spilað en það er varið. Og Fjölnismenn stilla upp að 9. Ný sókn. Nú Birkir með sitt 3. varaskot í leiknum, ef okkar tölfræði er rétt. Mattías að reyna að tróða sér í gegn. Hending komin upp, Breki. K í gegn, reynir að hausa en Birkir ver. Selfyssingar sækja hratt, Teitur Örn upp í skotið og það er mark. Teitur Örn Einarsson er að skora sitt 3. mark. 11:21,5 búinn af fyrri hálfleik. Og sjáum að Bjarki er kominn í vinstra hornið, Bjarki Lárusson og Sveinn Þorgeirsson kominn aftur í vinstri skiptistöðuna. Allir að rótira vel. Frábær vörn hjá Selfyssingum þessa stundina. Áhyggjefni, hversu mikið stemming er komin hjá Selfossi. Já, þetta smittar vel út frá sér. Og Sveinn fer þá upp og skorar. Akkur gerir þetta ekki oftar, kúturinn minn. Þá er allir kominn að 9 í vinstri skiptistöðuna og á miðjuna er kominn Örn Þrastarsson. Þessir tveir voru frábærir hjá Mílunni í fyrra. Alli með þversendingu yfir, boltinn út í hornið og framhjá. Þarna var Alexander ekki að slúta vel og Fjölnismenn taka leikli, allir búinn að sjá nóg. Já, skiljanlega, nú var 4 marka munur, síðast það var tekið við leikli. Staðan örlítið breytt. En við trúum nú ekki öðru heldur en að Addi sé með svörin við þessu.
Nú ef fyrir maður séð markaðastu menn þá hann Donni með 5 mörk fyrir Fjölni. Skorað þau bara fyrstu 7 mínútunum. Svo í Selfossi 2 leikmenn með 3 mörk, það Teitur Örn og Andri Már. Nú verðum við að hrósa okkar tæknimanni fyrir að vera að sýna ykkur replay á leiknum, sína highlights. Við viljum meina að við séum með besta vefsjónvarp á Íslandi og ætlum að sanna okkur það í úrslitakeppninni. Sjá þarna Svein. Akkur gerir hann ekki oftar. Ég sammála Lekkve í því. Nú vorum við að horfa á highlights Viktor Lekkve úr leiknum. Sáum hennar 2 skot á Sveini. Bæði steinlágu. Af hverju skýtur sem ekki oftar á markið? Já, það góð spurning. Ég get ekki svaraði en hann á að gera það. Það mögulega einhver axlarmeiðsli sem að hrjá hann. Þau hafa verið að hrjá hann í gegnum tíðina. Það gæti verið eitthvað svoleiðis sem við vitum ekki af. Virkilega vel mætt stúkuna. Já, en þá Fjölnir komið með hefðbundna línu fyrir utan Kristján Örn, Björgvin Páll og Sveinn Þorgeirsson. Og Selfossi komin 5-1. Já, þetta hárrétt dómgæsla. Það ekki þetta að vælu þessu. Það má alltaf reyna eins og maðurinn sagði. Jú. Það alveg rétt. Já, Kristján Örn kastar boltanum út af. Þessi vörn virkaði nákvæmlega á Selfossinga. Fjölnir að fá smá bragað á sinni eigin miðali með þessar 5-1 vörn. Gríðilega óþægileg að spila mótið svona vörn. Sérstaklega hún mjög aggressív fyrir miðjumann sem vill oft komast nálægt vörninni. Selfyssingar sækja hér, það reynir að lauma honum inn á línuna, fótur, dæmdur eða fríkast, ég veit það ekki. Fótur það. Þá stillir Örn upp, Atli út í vinstra megin. Örn leysir inn, Atli. Ekki dæmt, Björgvin gestur upp flötinn. Það Bjarki mættur. Bjarki Lárusson klikkar ekki frekar en fyrri daginn. Það enginn Matthías Leifsson í þessum, þessi nýtir hraðarupplaupin. Það hárrétt. Allræmdur leikmaður. Já, stilla Selfyssingar enn og aftur upp, 13-11, 25 og hálf búinn. Atli í skotið og Ingvar ver. Það var tiltölulega auðveld markvarsla í þægilegri hæð fyrir hann. Kristján Örn sækir hratt og hvað var þetta? Já, og Alexander Már Egan minkar hann á vinninni í 1 mark. 13-12. Þetta of dýrt að móta svona góðu liði. Þeir refsa bara strax í bakið á þeir. Sjáum að Fjölnismenn reyna að brjóta upp þessa 5-1 vörn. Bjarki leysir inn, Atli heldur bara fyrir utan. Og Björgvin Páll, easy goal. Mikilvægt að fá mann í gang. Og Atli Kristjánsson í heimskulegt skot og fær frákastið. Þeir að hirða allt og mikið af frákastum. Frákast, víti. Það skelfilegt. Hlýtur að vera nokkuð pirrandi fyrir Ingvar markmann að vera að verja góða bolta. Og fá síðan alltaf dauðafæri í baki. Akkurat. Andri Már á punktinn í þriðja sinn í leiknum. Hvað gerir það núna? Jú, það bara easy, vel slúttað.
Öruggur í sínum vítum, hann Andri. Og þá sækja Fjölnismenn. Sveinn, Björgvin Páll. Sveinn upp í loftið og það varið af vörninni. Það var Rúnar Hjálmarsson sem einnig kom frá Mílunni fyrir tímabilið sem varði þetta skot frá Sveini. Kristján Örn upp, þarna frákastið okkar. Sveinn og fríkast, frábær varnarleikur af Selfyssingum. Það allt tjúllað henni í stúkunni, 2 mínútur eftir þessu leik. 14-13, Fjölnismenn með vil, Fjölnismenn sækja. Björgvin, Kristján Örn, hann gleymir boltanum hérna, það ekki gott. Andri fer rætt og já. Það sá ekki alveg hvað gerðist, Andri heimtar fót og 2 mínútur vantarlega. Já, Rúnar hérna tjúllaður, ánægður með þessa vörn. Og þá stilla Selfyssingar upp. Atli Kristinsson kemur á miðjuna og Örn Þrastar fer í vinstri skyttuna. Þá leysir Örn vantarlega inn, gæti trúa því. Það kemur klipping. Teitur. Og já, Ómörg skref gefur Ingvar til kynna. Glæsilega slútað hans maður. Virkilega vel slútað. Það eru 1 mínúta eftir. Einsmanns munur. Þarna kemst hann í gegn og yfir hausinn á Ingvari. Og Teitur Örn Einarsson kom með 4 mörk, þessi ungi efnilegi leikmaður. Hálf mínúta eftir að leiknum þegar Fjölnismenn sækja hér væntanlega sinni síðustu sókn. Atli peppar hér stúkuna. Kristján Örn. 10 sekúndur eftir. Og Mattías með skotið en það framhjá og leikflautan gellur. 30 mínútur liðnar og það allt brjálað þarna. Mattías að fara í andlita á honum og Sveinn var eitthvað brjálað, ég veit ekki við hverju. En 14 í hálfleik staðan. Matti með rifna treyju hefur örugglega verið að kvarta yfir því, ég veit það ekki. En við ætlum að taka okkur stutta pásu. Þið 237 sem eru að horfa á okkur. Sjáumst eftir smástund.
Velkomnir aftur, áhorfendur góðir í þennan leik Fjölnis og Selfossar, staðan 14-14. Nú ætlum við að líta á nokkur klippur úr fyrri hálfleik. Sjáum hérna, sjá flott skot á Sveini Þorgeirssyni. Við í Fjölni TV erum miklir aðdáendur þess að sjá hann kominn á miðjuna og hamra á markið. Viljum sjá meira af því. Sjáum hvað tæknimeistarinn okkar á meira fyrir okkur. Já, það fengið sér bara aftur. Það er flott. Ég geti horft á allan dag held ég. En núna er leikurinn byrjaður. Við skorum kannski betri klippur eftir. Eins og sagði hann, staðan 14-14. Fjölnir með sitt byrjunarlið eins og þau byrja leikinn. Sýnist nú Selfossingar með aðeins breytt lið frá þeim byrja leikinn. Sveinn kemur út í blokkana. Vinsætnast. Boltinn verður ganga vel, Donni inn á miðuna, löngsending yfir á Svein. Sveinn aftur að Björka. Sveinn bara upp í send... Nei. Sveinn er það línsendingu en sendir beint á hann Elvar á línunni hjá Selfossi. Smá klúðuslegt hana. Já, ég hefði viljað sjá þessa sókn betur útferða en íkvæður að hálfleik. Þá hljóta þjálfararnir að vera búin að finna einhverja lausnir við þessari 5 metra vörn. Við vonum að þetta sé ekki lausnin. En Selfyssingar haldi í svona fyrstu sókn í þessum seinni hálfleik. Þar er Atli Kristinsson fyrir utan, Elvar Páll á miðjunni og Teitur út í hægra megin. Í hornunum Andri Már Sveinsson og Alexander Már Egan. Og inn á línunni Árbæjar tröllið Eyvindur Hrannar. Hér reynir Elvar Páll fintu en frábær vörn hjá Donna. Og þá stilla Selfyssingar enn og aftur upp. Atli kominn á miðju. Og Elvar Páll með skot í samskeytin og upp í stúku. Þá fá Fjölnismenn annan séns hér. Við vonum að einhverjar lausnir hafi verið fundar við þessari 5 metra vörn. Þeir áttu í erfiðleikum með hana undir lokin á fyrri hálfleik. Hér stillaðir upp vantarlega, já, ég er ekki með Sveinn á ferðinni upp í loftið og velvari hjá Elvari hérna í vörninni. Þannig að hefði viljað sjá Sveinn taka einn Jón Brynjar og stinga niður og labba í gegn. Það hefur verið skemmtilegt. Björgvin! Og Björgvin Páll með skot undir klofið á Birki, 15-14. Fyrsta mark seinni hálfleiksins er okkar Fjölnismanna. Og hér sækir Atli Elvar, Teitur kemur á ferðinni. Selfyssingar er að skipta langa skiptingu, Teitur er þarna fjær okkur í hægri skiptunni og er að skipta langt við sinn varnarmann þar. Er Eyvindur Hrannar, Atli. Teitur með sending í hornið, Brynjar, Atli upp í loftið og yfir. Atli ekki alveg að finna Fjölin í skotunum. Þarf að fínpússa neglunar aðeins. Og Björgvin þarna lítil snerting en nóg til þess að eyðileggja skotið fyrir Björgvin. Pál, ekki Gústafssyni heldur Rúnarsyni. Kristján Örn upp í loftið, löng sending. Sveinn reynir að finna Brynjar, hann fer ekki inn. Brynjar leysir inn. Kristján Örn driblar út í horni, Káinn, það er varið og boltinn út af. Já, þetta er vel gert hjá Björgvin Pál. Sveinn Jóhannsson, já, það held ég. Þetta var vel gert hjá Björgvin, sótti hann á blindulhliðina á Atla og laumaði honum inn á línuna. Fínasta byrjun, Selfyssingar ekki búin að skora. Vorum bara að haldist þannig sem lengst. Mr. Jinx, Atli Kristinsson svarar okkur hér fullum hálsi og setur hann í netið. Fjandi gætar hangið maður. Þetta var vel gert hjá Atla.
Og Sveinn Þorgeirsson rífur síðan í gegn. Þetta var áhugaður finta hjá honum. Og hérna kemur Elvar Örn. Ekki Elvar Páll eins og ég er sannlega búinn að vera að segja allan leikinn, biðst afsökunar á því. Takk fyrir þetta, Trausta dóttir. Tinna Sofía hérna leiðrétta mig, hann heitir víst Elvar Örn en ekki Elvar Páll. Ég reyna að muna það. Elvar Örn Jónsson, já, þetta var gott mark hjá honum. Mjög gott, hann var einmitt valinn hérna í U20 líka. Eins og hann Don okkar. Inn í teig, halló. Nei, Fríkast. nei. Jæja. Sumir þetta fríkast, aðrir víti, í þetta skipti var það fríkast. Góð aðtögun hann hjá þér, Viktor. Og þá stilla félagsmenn aftur út, sjáum þarna að þeir fara í Kaíró eða hvað. Nei, Brynjar leysir inn. Og leysir svo aftur út, fljótt. Björgvin, Kristján Örn. Skemmtileg finta og nei, fríkast. Einu skrefi lengra og það geta sótt í 2 mínútur þarna. Það var frábær varnarleikur hjá Onur Hrannari. Kristján Örn upp í skotið og það er varið inn. Lak þarna í gegnum hendur Birgis. Birgir mjög ósótt sjálfan sig. Persónulega finnst mér að Neyja verja þetta. Alveg klálega, hann var sá rétt hótt. Og skotið ekki það fast. En nú hálfleikstur í leik HK og KR eru 13-10, HK í vil. HK í harðri baráttum að komast upp fyrir Þrótt. Nei, wow. Það er kraftur í honum. Hann er að skora sitt 5. mark Teitur, hann er á eldi og hann kemur léleg sending frá Kristjáni. Atli Kristins. Elvar Örn upp og Ingvar Ver. Frákastið er, já. Þetta var mjög vel fiska, hann hjá Andra hendi sér niður. Glottir hann Andri. Það veit alveg. Hann og Addi hérna eitthvað að brandarast saman. En við erum að fá smá tíðindi úr leik Stjörnunar og IH. Staðan er 19-18 fyrir Stjörnunni. Já, IH að standa vel í Stjörnumönnum. Já, eftir 35 mínútur. Það væri mjög gott ef að IH geti stólað stigum á Stjörnunni. Klaufalegt við Selfyssingum að tapa boltan á hana. Björgvin segir að Kristján Örn og enn og aftur klaufaleg mistök. Kristján Örn innbeitir sér ómikið í hvað að gera fyrir framan hann og horfir ekki á þegar sendingin kemur. Þessi seinni hálfleikur er búinn að einkennast að því orði. Klaufalegt. Já. Ég verð nú að segja það er nú ögn meira líf í áhorfendum Selfossar. Heyrist ekki mikið í fjölsmönnum. Nei, við þurfum að rífa það í gang í kvelli. Vonum okkar vallaþullur sé duglegur að peppa liðið. Já, Hvari Dúllinsson er yfirleitt kallaður aðalstjarna Hey Þú. Flott vörðan hjá Donna. Þetta líktaða ruðning en fríkast dæmt. Þá kemur Atli árásina á Elvar tilbaka á Atla, en já, brotu Elvari. Þetta er frábær varnarleikur. Það er alveg híminn að hafa að sjá hann Donna spila vörn í dag. Svona mótið hvernig hann var fyrir ára síðan. Já, það er gríðarlegur munur þar á. Teitur með skotfintu og... Nei, hvernig nær hann þessu? Alexander Már rekan í gegn og þetta er frábærlega að klára hjá piltinum. Og hann jafnar hér leikinn 18-18. Alexander Egan að skora sitt 3. mark. Og þá kemur Breki Dagsson inn fyrir Björgvin Pál og stjórnar sóknarleik Fjölnis. Nú Breki var eitt besti leikmaður Fjölnis í fyrra. Björgvin Pál hefur svolítið tekið við þeim kyndli. Sveinn reynir að finna Svein, það virkar ekki, hraðari hlaup, Andri Már fremstur.
og hann skorar. Kemur Selfyssingar mér yfir í fyrsta skipti í leiknum, er það ekki rétt hjá mér, Jó? Jú, mikið rétt. 19-18, Selfyssingum í vil. Smá ágefni fyrir Fjölni. Þeir eru nú búin að komast tveimörkum í tvisvar sinnum hérna á leik. Bara missaði niður alltaf. Oftast með einhverjum tæknivélum. Af hverju fer hann ekki upp í lofti hérna maður? Jæja, er hann ekki komin í gegn? Spyrir maður sig. Jesús Kristur er eina sem ég segi. Sveinn þarna að hugsa um eitthvað allt annað en að grípa boltan. Og þá verður Elvar Örn upp og hamrar hann í vinkilinn. 20-18, allur með byrru. Kemur að austan þessa stundina. Og Sveinn kemur hér út af í staðan fyrir Matthías. Matthías gamall Selfyssingur sem að flutti í bæinn í nám og ákvað að leika með Fjölnismönnum. Tvö gríðarlega svipulið, styrkir bæði liðin mikið. Gríðarleg stemning í stúkunni. Ég heyri vart í sjálfum mér þegar ég tala. Matthías, hálstak, hvað? Nei. Og Kristján Örn upp í loftið, út í hornið. Og Jesús, Pétur, Gunnar og Hafsteinn. Hvað er þetta? En einn tæknifeill inn hjá Fjölni. Já, fríkast. Gríðarlega margir tæknifélagar hér í byrjun seinni hálfleiks hjá Fjölnisliðinu. Hér kemur kerfi 9 góðir gestir. Þetta heyrðist alla leið til Selfossar held ég þegar Steppi var að garga þetta. Enda maður með mikla rödd. Heyrðist hér. Atli Kristinsson en boltinn í hlíðanettið. Ég held að það verið inni, það var ekki inni. Þetta var gott skot en röngum megin við stöngina. Jesús Kristur. Jæja, við köllum eftir leikli frá Gullumönnum. Andri í gegn og 3 mörk. Þetta er alltaf mikið að rugli. Auðvelt mark. Staðan var held ég 18-16. Mikið rétt, 18-16 var staðan rétt aðan. Og Selfyssingar búin að skora 5 mörk í röð. Þetta eru gríðarleg vonbrigði fyrir okkur hér Fjölnismenn. Já, Fjölnir er ekki búin að skora hann í það vel 7 mínútur. Matthías í gegn og vítakastan. Þetta er hárréttur dómur. Dómarinn hinkraði þarna eftir að sjá hvort það myndi leikinn. Hann gerði það ekki. Vel varið samt maður, við erum að gefa hann það. Mjög vel varið og punktinn fer okkar bjartasta von í Grafarvogi þessa mundir. Með bjartasta hári líka, glæniga strípur. Björgvin Páll og öruggur í. Já, sett hann bara á hausinn. Svona gera menn. Jæja, nú er það komið í gang, nú hættu sem heldist tæknifélum. Já. Hendin upp, hendin upp, hendin upp. Akkur syngur ekki það til þess? Það Nei, heyrðu, vantar hvað er eitthvað að gera pepstjóra. Já. Andri Már er kominn á miðjuna. Nú er að fara einhver steikt leikflétta í gangi á Selfyssingum. Ég fullyrði það. Já, hann klippir hann að Elvar inn. Teitur tapar knettinum en vinnur hann aftur. Elvar Örn. Teitur í samskeytin. Og yfir boltinn er Fjölnismanna og nú geysast þeir í sókn. Fjölnir róa niður tempo. Nei, þeir eru róandi hann tempo niður. Búin að sjá að þessi geysla virkar ekki alveg. Tapa hann okkur 5 boltum á mjög stundum tíma. Já, áhverjur Fjölnis aðeins að taka við sér. Við fögnum því. Já. Hvað er alltaf að gera? Jæja,
Já. Það var skemmtilega gert hjá honum en Ingvar sá við honum. Þetta var mjög skemmtileg finta. Lét svona eins og hann hafði ekki nefnt að klára raðaröflöpið. Feikkaði Fjölnismanninn í... Sneri baki í marki. Þetta er, já, Atli er töffari að guðsnáð. Mattías, Kristján Örn, Mattías og Ruðningur, þetta er hárréttur dómur. Já, við getum ekki sagt mikið þessu. Það er ekkert að kvarta yfir þessum dóm. Og allir reynir að línusendingu og enn og aftur er sóknarfrákast frá Selfossi. Ég get fullyrt það hér með að sóknarfrákastinu á Selfossi eru fleiri en varnarfrákast Fjölnis sem að verður að teljast arfaslagt. Það geti bara vel verið rétt hjá þér. Ég er ekki frá því. En það berast tíðindi úr Garðabænum. Stjarnan er komið með 6 marka forskot á móti IH. 25-19. Þeir hafa sett í fluggýrin. Já, 6-1 kafli. Elvar! Ingvar! Glæsilega var Ingvar. Já, viljum við að það keri eða viljum við að róa niður? Já, Breki upp í loftinu bara. strákur. Já, það er Breki Dagsson að minka munin hér í 1 mark. Hann er svolítið þess að traktor, hann þarf að komast í gang. En þegar hann kemst í gang, þá stoppar hann ekkert. Gamla góða dísilvélin. Hér kemur Eyvindur út, Teitur Örn upp í loftið. Vá. Vá. Hvað er það að segja við þessu? Við reynum nú að vera hlutræðir í Fjölnir TV en þetta var bara stórfenglegt mark. Ég veit það að segja og það er vá. Já, ég heyri það. Eins gott að ég fái flugferð fyrir 3, sagði vá 10 sinnum. Akkurat. Donni inn á miðuna, gefur á Breka, Breki. Bjöggi hún í skittina. Já, Fjölnismenn halda boltanum. Næsti er búinn að tapa enninu boltanum. En betur fer sá dómarinn ljósið og dæmdi með Fjölnismönnum. Breki á Bjögga, Bjöggi upp, stingur niður. Aja. Hárréttur dómur, fer inn í teginn, það er bannað. Það er bannað, strákur, þú mátt ekki fara inn í teginn, hætt að væla. Það er stránglega bannað að fara inn í teginn og verjast. Það er bara víti, svona eru reglurnar. Hvað gerir Björgvin? Já, það held ég. Auðvitað. Nú er staðan 22-21. Selfossmönnum í vil. Selfissingum. Selfissingum. Fissingar. Selfissingum í vil. Selfissingum í vil. 22-21 þegar 12 mínútur eftir af leiknum. Þetta er smá tungubrjótur, Selfissingar. Ég efast að segja rétt að segja Selfossingar. Já, það eru alls ekki rétt. Hann dettur bara. Hvað gerir hann? Já! Koma svo Donni, upp með þig! Já! 22-22! Góðir gestir! Vá! Ég verð nú að segja að ég hefði viljað fá tiltal á markmann Selfoss. Tók hann smá Karda Kid spark. Ég held að Donni hefði getað kiss góðun hans. Enda hann er með góðan kart, er bakgrunn þessi drengur. Var hann ekki Norrlandameistari? Eitthvað svoleiðis. Jú. Andri gegn. Og Ingvar er að verja þetta skot. Þetta er já. Nú er allt að gera sig okkar mönnum. Ingvar er að verja sitt 9. skot. Það held ég. Nú viljum við alla meðbyr. Syngið í heima hjá ykkur. Við syngjum áfram Fjölnir. Björgvin. Breki. Kristján Örn, nú viljum við mark. Björgvin upp með því strákur, já! Víti, 2 rautt, eitthvað, nei, fríkast. Og nú á að róa aðeins mannskapinn, mikill hitti í þessu leik. Ég hef nú klárlega vel að sjá 2 mínútur þetta. Það var nú komið fram hjá 1-2 leikmönnum. Svo þriði reif í hann.
Það var skipt bolta. Hér er verið að skipta knött eins og ég kalli þetta alltaf. Bolti er ljótt orð. Knöttur er betri. Eins og þið heyri þá er stúkan vel vöknuð. Enda mikið undir í þessum leik. Og það má vel heyra áhorfendum að þeir eru jafn spenntir og við hér. Út í blokkaringuna Kristján Örn og Birkir með frábæra markvörslu. Hans 8. skot í leiknum. Og Atli, já Atli Kristinsson frábær skotmaður og hann sýnir það hér. 2 mínútur! Hárréttur dómur! Þú mátt ekkert fara aftan í! Hvað ert að væla? Já, þú ert í treyju, já, þú ert með bíceps! Hættu þessu væli, drengur! Farðu og hvíldu þig og hefur gott að þig! Já, Atli brosir til mín, hefur greinilega heyrt í mér. Og hér sækja Fjölnismenn manni fleiri næstu 2 mínúturnar eða svo. Breki í horni, Bílár hausar hann! Wow, og hann sýnir stúkunni hvað hann gerði. Já, haus. Þetta var svakalega haus. Virkilega snýrtilega afgreiðsla. Sveiflar höndina samt að snúa niður. Þetta var svolítið next level. Þetta var fullorðið slúgt eins og einhver myndi segja. Selfissingar taka hér Birki út af og setja mann inn á í staðinn. Þeir eru full mannaðir sóknarlega. Sem þýðir, það er enginn í markinu. Já, þeir eru hræddir við þessa 1-5 vörn sem að Fjölnir smellir í þegar þeir eru fleiri. Andri í gegn. Íngvar er að verja! Það er enginn Íngvar er að verja sér 10. skot. Já, góði gestir og hann fær gott klapp frá sínum mönnum í stúkunni. Nú verðum við að fá mark. Kæru Fjölnispiltar. 9 mínútur eftir, 50 sekúndur í mannin hjá Selfoss. Breki með skelfilega sendingu hornið en það er gott púss í sig. Okkar maður bjargar þessu og fer síðan í gegn og vítakast. Já, hárrétt. Má ekki fara inn í tegin eins og ég sagði áðan, stránglega bannað. Þeir eru nú alls ekki sáttir með þetta. Þeir eru á bekknum. Já, Selfoss. Það væri gaman að geta að sé þetta atvik aftur. Það er ekki hægt, þetta var nokkar, segir það. Og Björgvin, nei. Í jörðina og yfir. Gólfið yfir. Já, góði gestir, heyrið þetta, stemningin er gjörsamlega rafmögnuð hér og ekki er spennan í leiknum síðri. Já, hér sækja Selfissingar, Elvar, Andri, Teitur upp í loftið og yfir. Yfir fór hann, Teitur búinn að vera frábær í þessu leik. Svolítið ómetnað þarna, reyna að skjóta yfir 2. blokk. Hann er búinn að skora falleg mörk í þessu leik. Er markaðistur Selfissinga ásamt Andramá með 6 mörk. Viktor, hver telur þú vera lykillinn að sigri fyrir Fjölni? Liðið sem nær að halda ró og spila sinn sóknarleik. Það sigrar hennar leik. Björgvin, Birkir ver og hraðuröflöf, já! Új, hvað ert að gera? Þetta er svo heimskulegt. 2 mínútna brottvísun. Þetta er rosalega heimskulegt brot. Þetta er eitt... Mistarlega vel varasandsmaður. Já. Skulum horfa á björnlíðina. Þetta er svona brot sem að getur skilið frá sigur og tap. Fáðu þá 2 mínútur fyrir að spila góða vörn, ekki fyrir heimskuleg brot. En það er ekki þetta kvart í þessu, það hefði mögulega geta verið rautt kort. Já, alveg klálega. Við bara vonum að Ingvar bergur. Kom Ingvar. Já, hann vippar yfir markið. Já! Dauða mín mátti ég vona en að sjá Andra Már klúra víti. Hann er með mörgara í deildinni.
Já, og Ingvar peppar stúkuna. Breki. Björgvin Páll. Breki Björgvin í gegn. Skellt í gólfið, hann dómari, halló! 2 mínútur. Það Hlýtur að vera. 2 mínútur. Já. Hann hleypur í félur, dómar finnur hann, já. Það eru 2 mínútur. Hárréttur dómur. 2 hendur, puss í loftinu. Glæsilega dæmt hann hjá þeim. Frábær dómgæsla. Við sáum einmitt 2 mínútur í byrjun leiks á Fjölni, þannig að við getum ekki kallað eftir rauðu kortið þarna megin. Þó að þetta séu stór hættuleg brot. Ég menna leikmæður yngu jafnvægi, fær gott púss á sig, það bara flýgur hann á bakið. Já, þetta gerist hinum megin líka. Þetta er bara eðlisfræði, það ekki það. Þá eru Fjölnismenn einu mark yfir og jafnt er í liðun. Fjölnismenn 5 í vörn á meðan að Selfyssingar eru 6 í sókn og skilja markið eftir opið. Örnleysirinn Teitur í gegn, nei. Ergir, Teitur, Örn og Ruðningur, já, hárréttur dómur. 100%. Og nær svo, hvað, Olborn liðinni? Ég sá þetta ekki alveg vel. Ég sá alls ekki hvað gerist þarna. Við mistum algjör að því hvað gerist þarna. Allan að liggur Bjarki Lárusson eftir og... Við virðumst vera svolítið týndur á því. Já. Nú vonum við að sé að lagi með hann. Hvað gerðist? Ef þú sást hvað gerðist, endilega henduðu inn á Twitter með kassamerkinu handbolti. Ég er að horfa hérna á endsýnum bakvið. Selfyssingar húa á hann. Hann fær hérna olbog á sig. Frá Fjölnismanni eða Selfyssing? Selfyssingi. Vantarlega óvart samt sem óvart, hann Bjarki er að brjóta á honum. Eða brjóta á honum, fá sér ruðning þannig séð. Óvart var það. Hann Bjarki er nú andum fátt meira en andlit á sér. Enda kallaði herra Ísland. Herri, jæja. Á kemur setnin. Á Björki tilbaka. Bjarki tilbúinn hana, Bjarki. Björkinn fyrir hana, Björgvin. Breki Maramann, reynir í gegn. Já, fín vörð hana. Fín vörð, vel varið. Hergir, flottur varnarmaður. Já, leikhlé. Arnar Gunnarsson tekur leikhlé. Já, við verðum nú að vera ágætlega sáttir með stöðuna. 24-23, Fjölnismenn einu marki yfir. Nú 15 sekundur í mannin hjá Fjölni og 55 sekundur í mannin hjá Selfoss. Við verðum nú bara að nýta þessa sókn næstu. Fá öðrugt mark. Þannig að sjáum við fallið tilþrif úr leiknum. Við kennum það að hún er svolítið hlutdræg. Þetta er nú Fjölni TV, ekki Selfoss TV eða hlutdræg TV. Þetta er Fjölni TV. Við ætlum að vera eins óhlutdræg ef við getum. Nei, þetta er eins hlutdræg ef við getum. Það er rétt hjá þér. Þakka öllum rússneskum áhorfendum sem er að kommenta á YouTube-linkinu okkar. Þá rölda leikmenn inn á völlinn. Leikhléganu er lokið. 5 mínútur, 20 sekundur eftir. Og þá fá Fjölnismenn sinn 7. leikmann inn á. Það er hann Donni. Markaðistur með 7 mörk hjá liðinu. Wow. Já! Björgvin Páll með stórkostlegt mark. Þetta er ástæðan fyrir hann er markaðistur hjá Fjölni í deildinni. Hann getur skorað
úr svo skemmtilegum skotvinglum. Hann er ekki hræddur við að taka skarið. Þetta var gríðarlega mikilvægt mark. 2 marka munur, 10 sekundir Selfoss mann sinn inn og 4,5 mínúta eftir. Gríðarleg stemning í stúkunni. Hergeir inn á miðuna. Atli upp, sláinn inn. Þetta var svona típist Atla Kristinsmark. Þetta er geggjað mark. 25-24, Donni á rásina. Nú er að róa niður, já. Sniðið hjá honum, Breka, að róa niður sína menn. Fá góða sókn, en það liggur okkur ekki það mikið á. Hvað er hann Kristján að gera? Þetta geti reynst dýr mistök. Þetta er vel spilað. Og Ingvar er að verja! Þetta er risa markvarsla! Góðir gestir, Ingvar Kristinn Guðmundsson. Þvílík markvarsla! Ég held að Donni mætti alveg fara til búð og kaupa páskaegg á afslætti og gefa Ingvari í þökk fyrir að redda sig hérna. Sammála því. Þá kemur Donni árásina. Löngsendingur á Björgvin. Björgvin á miðju, aftur á Donna. Donni fastan bolt í hornið. Já, Donni á miðjuna, hann er sloppinn. Skoti Ómars! Glæsilegt Kristján Örn Kristjánsson. Þetta var gríðarlega mikilvægt mark. 2 marka munur, 3 mínútur eftir. Selfyssingar í sókn. Og Fjölnismenn eru staðnir á fætur í stúkunni. Nú þurfa Selfyssingar mark. Jájá, vel gert á Sveini. Blokkar hana skot frá Teit var það ekki? Nei. Jú, frá Teit. Okay. Teitur reynir að sækja 2 mínútur hérna og þá tekur Stefán leikhlé. 2 mínútur og 26 sekúndur eftir af leiknum, 2 marka munur. Selfyssingar eru í sókn. Leikurinn er alls ekki búinn. Það er gríðarleg spenna hér. Ég held sko, ef við ætlum að bera saman seinna korter seinni hálfleiks við fyrra korter seinni hálfleiks, þá er þetta bara svart og hvítt. Það var klaufamistök eftir klaufamistök eftir klaufamistök. Það er algjörlega klárt. Hér fá að sjá markvarslan Ingvars. Vá, þetta var mikilvægt. Gríðarlega mikilvæg markvarsla. Fá að sjá hann einu sinni. Takk til maður. Þetta kemur þetta í slow motion. Frábært Ingvar. Þetta var rándýr markvarsla. Það er laukulegt hjá þér. Erum okkur í gangi hér. En leikurinn er hafinn, 2 mínútur, 20 sekúndur. Selfyssingar í sókn, 2 mörkum undir. Fjölnismenn standa á fætur í stúkunni. Hendinni komin upp, Atli Kristinsson. Elvar með skot, varið að Breka. Höndin er uppi, þeir eru að skjóta markið. Inn úr þröngu færi, það er varið, en ná frákastunni hvað? Þeir ná... Ég trú ekki að sem missa boltan. Hvað er að gerast? Hver á boltan? Það minnir svolítið á fótbolta, það er allir... Já! Og það er fundur hann með dómarunum. Og þeir kalla á moppu. Ég ætla að segja að það verðum að missa enn eitt bolta í Þetta var frákast. stórkostlega gert hjá Björgvini, hann gríðarlega frekur og flottur. Já, nú, vera cool, segir Breki. Ég er að fíla það. Já, lítill gutti á moppunni. Sjáum að Ingvar er að kenna honum tökin.
Hann sendir Arnar, hann Bjarkinn að miðuna, enda rosalega snöggur leikmaður, henda vel á móti svona framleikið vörn. Maður vannvörn á Donni, Brynjar Árssona, Bjöggi inn á miðuna, langur bolt yfir. Þeir missa boltan og Atli Kristins grípur hann ekki en nær hann aftur og er keyrður niður í gólfið. Tíminn er stopp. Hvað gera þeir? Það eru 2 mínútur. Hvað er þetta að gera þetta? Þetta er ekki góð ákvörðun. Hann stóð kjurr í horninu. Hann var ekki að fara í gegn. Já, Arnar Gunnarsson er ekki sáttur með þetta. Þetta er stórkostlega heimskulegt brot. Núna geta Selfyssingar skora með einfalda stimplun. Þetta geti reist dýr. Sjáum hvað setur Selfyssingar. 1 mínúta og 20 sekúndur eftir. Ella fyrir upp í holti, sendir yfir. Teitur komin í gegn. Teitur skorar. 1 mark. Fjölnismenn verða einu færri út leikinn. Nú mega er alls ekki missa boltan. 1 mínúta eftir. Breki leitar Samherja, finnur Bjarka, Bjarkinn að miðuna og Kristján komin í gegn. Hann skorar! Kristján Þór Kristjánsson! Hvað er þetta vel gert hjá Bjarka Lárusinni? Tvígrimtan, Fjölnismenn eigan! Vá, þvílíkur klaufaskapur! Úff! Fjölnir hefði ekki getað óskað sér betri mínútu hér. Selfyssingar veit að þetta er búið, en þeir eru ekkert að mæta það framalega. Og Bjarki Lárusson, herra Ísland, góðir gestir, vá. Já, og brot Hergeir með uppgjafar, skot og fintu. Vita að þetta sé búið. Það eru 5 sekúndur eftir, náður einu skoti, Teitur, gefur hann, Hergeir. Það var varið. Ingvar með sitt 15. varðarskot. Samkvæmt okkar bókum, leikurinn endar 28-25. Gríðarlega mikilvægur sigur Fjölnis. Gríðarlega mikilvægur sigur Fjölnis hér, staðurinn. Vá, hvað þetta var skemmtilegur handboltaleikur. Við ættum að rukka þá sem er að horfa á okkur fyrir að fá þessi hlunnindi. Já. En Viktor, við verðum bara að segja, við erum heldur ánægð með þetta. Þetta setur svakalega spennu í baráttunum annarsæti. Gerir það svo sannarlega. Staðan er nú þannig að ef að Selfyssingar vinna sinn leik sem heldur með Þrótt og Fjölnismenn ná að vinna Stjörnuna, þá er Fjölnismenn í öðru sæti á innbyrðis viðureiknum. En Fjölnismenn þurfa að vinna Stjörnuna. Það er hægara sagt en gert. Nei, það er ekki gefins. Við þökkum kærlega fyrir okkur hér í dag, Viktor Lekkvi og Jón Brynjar Björnsson. Sjáumst hress í umspilinu. Já, við náum nú einleik viðbútt, er það ekki heimaleikur? Eða hvað? Ég er ekki alveg klár á því, en við sjáumst allan í umspilinu, ég get lofað ykkur því. Já, segjum það. Takk fyrir okkur. Takk hérlega.